What are you gonna do? Hæ. Hæ? Þú veist bara hvort það geti komið að gera það? Já, ég er bara að horfa á mynd. Já, ok. Ég kem það bara. Ok. Já. Komin! Hæ. Hvað er þetta að gera? Sjónvarpið er þarna. Ég er að horfa á mynd. Ókei. Góðan daginn, Andri. Góðan dag. Hvernig líður þetta? Vel. Það er gott. Ég ætla að spyrja þér nokkrar spurningar og þú bara svarar eins og vilt. Já. Hvað er upp á sjónvarpsþáttarinn? Leiðarljós. Já, og manstu hvað þú gerðir í síðasta mánuði? Já, ég var að hjálpa gamla fólkinu að synda. En hvað gerðir fyrir viku? Ég fór í garðinn að gefa dúfunum mjöl. Já. En þá kom chihuahua-hundur og eftir mér og reyndi að bíta mig. Og Þannig ég hljóp heim til ömmu. Hún gaf mér kakó og lummur. já. Hörru. Já, og nú ætla ég fyrir að senda Ekki þetta mig! Ok. Nú er ég að fara að senda það inn og fá niðurstöðuna fyrir prófið. Niðurstöðunar úr prófinu eru komnar. En það er bara þannig að þú ert bara aumingi af hæstu gráðu. Og það er ekkert sem þú getur gert í því. Nei ég, né bestu læknir heims, né mamma þín, né amma þín sem gefur þér kakó. Hvað á ég að gera? Þú getur til dæmis bara verið inni og horfa á Star Wars. Svona, þetta er allt í lagi. Komdu, startu. Takk fyrir. Það er bara þannig. Gunnar, það er kominn matur. Það er bjúga, grænmeti og kjötkassa. Gunnar, það er kominn matur. Engar afsakanir, Gunnar. Þú er hérna að sofna.
Nú eru útsölur á kylfum í húsasmiðjunni. Ég skal sýna ykkur dæmi. Þessi maður hér á erfitt með að sofna. Notaði kylfuna frá húsasmiðjunni. Það var fyrir mig. Svo kemur Minns og tekur þú upp bílum og svo næra bílum kemur burt. Þá kemur Minns, tekur hjólið þins og kastar því í þins. Nei! Jú! Ok, þá stend ég upp og byrja að slá þig. En það er ekki hægt! Okkur ekki. Minns er ekki döður. Og ég Minns á þins fyrst, þannig þins gæti ekki dreipast Minns og það Minns draf þins. Þins draf ekki Minns. Minns kom svona undir og draf þins, þannig þins er dáinn. Þins er dáinn, Minns er ekki dáinn og það Minns draf þins. Mamma! Velkomin á Kaffi á kantinum, þar sem við söfnum upplýsingum hvern sem er. Í dag er komin til okkar Nikulás Ólafsson, eldgosafræðingur. Nikulás, ertu velkomin. Segðu mér, Nikulás, hversu lengi hefur þú starfað sem eldgosafræðingur? Ég hef starfað sem eldgosafræðingur í... Já. Segðu mér annað, Nikulás. Hvað veldur því að það gýs úr eldfjöllum? Þannig gerist það. Ókei. Segðu mér eitt annað, Nikulás. Hversu lengi tekur það fyrir hraun að storkna? Já. Tuttur. Já, ókei. 20 ár, segirðu. Ég hafði aldrei giskað það ekki. En segðu mér eitt annað. Ef það myndi gjósa á toppnum á Everest, auðvitað var það toppnum þetta eldgos. En ef það myndi gjósa þar, myndi það koma heimsendir? Já, auðvitað.